Jæja, góða kvöldið og velkomin í kvöldkaffi á N4. Ég sit hérna með henni Valgerði Bjarnadóttur, Valgerði H. Bjarnadóttur. Fyrir hvað stendur H-ið? Hjördís. Valgerði Hjördís Bjarnadóttir. Heyrðu, ég fékk þig nú hérna til þess að ég hef svolítið mikinn áhuga á draumum. Ég líka. Og það ofsalega, já ég trúi því, og það ofsalega misjafnt held ég hvað fólk leggur mikla vikt á draumana sína. Já. En svo við kynnum þig nú kannski aðeins til leiks þá ætla ég að biðja þig sjálf að segja mér, ég veit þú ert félagsráðgjafi og svo ertu nefnilega ýmislegt fleira. Segðu mér sjálf, vegna þess að ég get aldrei munað allt. Já, við erum náttúrulega alls konar, en það sem ég hef lært, já, ég er að meina það núna. Já, að þá er ég lærði félagsráðgjöf og er félagsráðgjafi, lærði það í Noregi á sínum tíma. Já. Fyrir svo sem eins og 100 árum síðan. Já, cirka. Já. Og svo tók ég, fór ég til Bandaríkjanna og tók þar BA-gráðu í svokölluðum sem heitir á ensku Integral Studies, sem segir nú voðalega lítið. Ég kalla það stundum heildræn fræði. Okay. Og mastersgráðu í trúar, heimspeki og menningarsögu út frá konum, sem sagt, við getum kallað femíníska trúarheimspeki og menningarsögu. Já, ok, ef við taka upp bara svona 5 eða 6 þætti. Jú, en sem sagt, BA-ritgerðin mín, eða BA-námið mitt, þetta í Integral Studies, þar lagði ég áherslu að fókusinn var á drauma. Já. Þannig að ég nýtti það ár, þetta var bara ár sem ég tók ofan á félagsráðgjöfina, og lærði drauma og skrifaði BA-ritgerð drauma. Já, hvaðan til að byrja með, hvaðan kemur áhugið þinn persónulega á draumum og að í rauninni gera þeirra mikilvægi í lífinu svona stórt? Ég veit auðvitað ekki nákvæmlega hvaðan það kemur annað en innanfrá. Það er að segja bara frá því að ég man eftir mér, þá hefur mér dreymt mjög áhugaverða drauma. Bæði óhuggulega sem barn var mér ofta að dreyma einhverja erfiða drauma, en líka einhverja mjög spennandi drauma, eða sem sagt skemmtilega. Og ég held að það hafi nú bara verið þannig, ég held að þannig séum við öll, auðvitað kannski svolítið mismunandi mikið hvað við erum svo spennt fyrir þeim þegar við vöknum, Já. En ég er einbirni, ég er einkabarn og átti foreldra sem er alin upp á foreldrum sem að voru mjög styðjandi við þennan þátt í lífi mínu, og bara svo sem allt það sem í rauninni bara mjög styðjandi. En það var alveg tekinn tími við morgunverðarborðið í það hlusta á draumana mína, en það var ekkert, þeir voru ekkert túlkaðir. Nei, einmitt. Og ég er mjög þakklátt fyrir það. Já, einmitt. Þannig ég lærði ekkert, eitthvað bara, þetta þýðir þetta og þetta þýðir þetta, eitthvað svona. En þú varst ekki með, draumráðningabókina? Nei, það var aldrei neinn draumráðningabók á borðinu, Nei. Og það var meira bara, já, hvað segirðu, eða, æ, elskan mín. Já. En þú veist, og kannski örugglega sagt, þetta var nú bara draumur, eða var vondur draumur, en allavega hlustað á hann, Já, kannski áhugin lykillinn að þessu. Ég held það að einhver sýndi, og ekki bara einhver, heldur foreldrar mínir, sýndu draumunum mínum áhuga, gerði það verkum að ég sýndi þeim áfram áhuga. Já. Síðan, og þeir voru alltaf bara stór hluti af lífi mínu og líka dagdraumar og alls konar þegar að barn er eitt, þó ég hafi nú mjög átt marga vini og verið mikið með öðrum krökkum, að þá samt einhvern veginn meiri tími til þess að vera bara í sínum heimi svolítið. Já. Og ég var alltaf mikið í mínum heimi að spinna upp alls konar sögur og ég held kannski að þar hafi ég einhverju leyti tengt saman drauma næturinnar og svona drauma dagsins og svo þegar ég bara taki hoppi yfir að svo þegar ég fór að vinna sem félagsráðgjafi vann tíma á geðdeildum bæði erlendis og hér
og síðan mikið að vinna með sko, fólk bara í alls konar aðstæðum að þá fann ég og fór svona að fikra mig áfram í því að nýta draumana í þeirri vinnu og ég fann bara fljótlega að þetta var mjög öflug leið. Þetta var leið til þess virkilega ofta nálgast eitthvað sem að annarkvort manneskjan var ekki einu sinni meðvituð almennilega, en líka að tala mjög erfið og persónuleg og viðkvæm mál. Þegar við tölum það út frá draumunum, þá verður það ekki eins hættulegt og þar af leiðandi þá getur sko viðkomandi nýtt sér það betur af því það fari ekki allar varnir af stað. Heldur meira bara hugsa það eins og sögu. Þú hefur líka alltaf þennan fyrirvara á, þú veist, þetta var náttúrulega bara draumur. Já, þetta var bara draumur og já, gæti þetta verið þetta, gæti þetta verið hitt, sko. En sko, nú ég get alveg ímyndað mér og ég upplifa það líka sjálf að oft er maður svolítið hræddur við að leggja of mikla merkingu, svona bókstaflega merkingu í draumana sína af því að mann kannski dreymir eitthvað sem að maður jafnvel skammast sín fyrir eða eitthvað svoleiðis hvernig í rauninni nálgast maður þetta þannig að þetta sé kannski ekki eins bókstaflegt. Hvernig lestu svolítið í, þú veist, draum sem þið dreymir? Ég held að draumar séu sko sjaldnast bókstaflegir. Já. Það getur vel verið þeir séu það stundum og þeir geta, sko þeir tölum til dæmis að dreyma fyrir daglátum. Þá dreymir okkur eitthvað og svo bara gerist það nákvæmlega eins daginn eftir eða viku síðar eða eitthvað. Það auðvitað svolítið bókstaflegt. Já. Heiligast að máta bókstaflegt. Já. En sko einmitt draumarnir eins og þú nefnir sem eru kannski þannig að við skömmumst okkar fyrir það. Eða það er eitthvað svona á mörkum þess að okkur langi til að deila því. Algjörlega, sko. Svona klósettdraumar og kynferðislegi draumar og alls konar draumar sem að, jafnvel, og líka sko ofbeldisdraumar þar sem við gerum eitthvað sko hræðilegt. Eitthvað sem maður myndi aldrei gera ef maður sér sjálfan sig ekki fyrir sig gert í, þú veist, vöku. Og oft eru tilfinningar, ekki síst erfiða tilfinningar eins og reiði. Það eru sko ennþá sterkari draumeldur en við myndum nokkuð tíman leyfa okkur að gefa þeim útrás í vöku. Og mín skoðun, ég bara vil taka það fram að það veit í rauninni enginn hver er rétta leiðin til þess að nálgast draum. Nei. Það eru ótal leiðir í því og margar þeirra mjög ólíkar geta virkað vel bara í sko, meðförum ólíks fólks með ólíka nálgun. Þannig ég held að sé engin ein leið til þess að nálgast drauma en ég nálgast á þannig að horfa á þá fyrst og fremst sem tákn. Það er að segja að þeir eru sögur og sko í rauninni ekki bara sögur, ekki sögur í orðum, heldur mjög oft einmitt sögur í myndum og gjörðum, þetta eru gjörningar, en þetta er allt tákrænt. Eins og bara af því ég segi það nú, gjörningur er náttúrulega eitthvað sem er mjög tákrænt, þú veist, það er manneskja eða manneskjur gera eitthvað og oft án orða jafnvel, en þú lest í eða þú tekur inn einhverja skynjun sem er alls ekki bókstafleg. Nei, heldur, meiri tilfinning og tákræn. Hreingjarningurinn hennar Önnu Ríkharð sem hún er búin að gera sko áratugum saman út allan heim. Það er alveg sama hvar í heiminum hún er, það skilja allir hvað hún er að gera. Hún er að hreinsa heiminn, einhvern veginn, gera hreint í heiminum, af því það veitir ekki af. Nei, akkurat. En hún segir ekkert það, þetta er bara hreingjarningur. Og draumarnir eru svolítið þannig að þetta eru sko sögur í gjörðum og myndum. Stundum er draum bara ein mynd, stundum er hann bara ein setning, stundum er hann löng saga, eitthvað sko. Og ég nálgast það alltaf út frá táknum, það er að segja, og tengslum við veruleikann. Og þegar ég segi tengslum við veruleikann, þá kannski er ég í eldhúsinu hennar ömmu, þar sem amma bjó
þegar ég var 3 ára eða 6 ára eða eitthvað. Og ég hún að steikja pönnukökur og ég legg hendina á plötuna og brenni mig. Segjum það, draumur sér svona. Þá, og kannski í draumnum ég jafnvel fullorðin. Endi samt eldhúsið hennar ömmu og amma þarna eins og hún var þegar ég var 3 ára, 6 ára, eða eitthvað. Þá fer ég alltaf í ok, þetta eitthvað, þetta endurspeglun af einhverju sem gerðist þegar ég var þá, sem það kannski eitthvað að gerast í lífi mínu núna sem tengist þessu. Það kannski einhverjar tilfinningar, einhver sársauki, einhver efi, einhver ótti, eitthvað sem núna hérna hjá mér sem ég skil ekki af hverju ég svona hrædd við þetta eða þú veist af hverju ég pæli þessu. Og þá fer ég og skoða, en hvað gerðist þegar ég var 3 ára, 6 ára? Já, en þú kannski lítur á þetta sem kannski bara einhver svona undirmeðvitundin að leiða þig áfram í því sem þú ert að takast á við í dag. Já, ég held að og aftur, ég veit ekkert drauma nema að það er eitt og annað sem hægt að mæla vísindalega með það hvenær okkur dreymir og hvernig drauma okkur dreymir á þessum tíma og hinum tíma og eitthvað. En af hverju okkur dreymir nákvæmlega og til hversu getum notað á, það eru 1000 mismunandi skoðanir. Og engin réttari svo sem en önnur, þó mér finnist sumar réttari en aðrir. Og ég til dæmis algjörlega ósammála á þeim sem segja að það sé engin merking í draumum. Ég bara sannfærð að það það fyrir mig. Þetta náttúrulega svo áhugavert að þetta okkar eigin tilbúningur sem við samt höfum ekki stjórn á. Nei. En ég þarf að henda okkur í auglýsingahlé. Það er partur af þessu, Þannig að ég ætla aðeins að rjúfa samtalið og við fáum okkur aðeins meira kaffi. Allt í fína. Og áhorfendur, þið njótið þess að horfa á skemmtilegar auglýsingar. Sjáumst eftir augnablik. Jæja, velkomin aftur í kvöldkaffi. Ég sit hérna með Valgerði Bjarnadóttur og við erum að ræða drauma sem eru vissulega eitthvað sem kannski allir tjá eitthvað við. Já, Dreymir okkur ekki öll? Jú, okkur dreymir öll. Það eitt af því svona fáa sem við vitum drauma. Það það að við vitum að okkur dreymir öll. Já. Og okkur dreymir öll alltaf. Það að segja alltaf þegar við sofum. Og oft líka í vöku, það að segja bara í svona, getum farið í svona draumkennt ástand, það þetta pínu annað heldur en svefndraumarnir. Já. Og nýjustu rannsóknir sýna líka okkur dreymir alla nóttina. Það er mjög algengt að halda því fram að okkur dreymir bara í svokölluðu REM ástandi. Já, ég hef allan að heyrt það. Ég held að væri þannig. Já, en þeir draumar það eru þeir draumar sem við erum líklegust til þess að muna. Já. Af því að þeir það er léttir svefnin, það eru draumarnir sem við vöknum af og jafnvel nokkrum sinnum yfir nóttin, þetta eru yfirleitt svona 5, yfir svona venjulega 7 til 8 tíma svefnnótt. Já. Þá förum við svona cirka 5 sinnum í REM ástand, svo förum við í mismunandi mikinn djúpsvefn á milli, það fer þetta líka eftir hvernig fólk sefur, hversu mikinn djúpsvefn það fer í. En það hefur tekist að nema drauma í öllum þessum mismunandi ástandum, mismunandi ástandi. Já. En þeir eru ólíkir. REM-draumarnir eru svona aksjóndraumar. Þá eru heilabylgjurnar alveg á fullu, mjög óreglulegar og augun, þess vegna heitir það REM, Rapid Eye Movement. Ég kalli þetta HAP-drauma. Hraðar augnhreyfingar. Já, einmitt. Það því að augun eru á fullu. Já. Það gerist allt mjög hratt, okkur getur dreymt, þið veitir bara langan draum á 3 mínútum, eitthvað, sem næri yfir marga daga. Já, það er eins og, þetta er svolítið skemmtilegt með svona tímaskyn, þú veist, það er eins og maður geti svona einhvern veginn byggt upp tíman í draumheiminum, sem er
svona svolítið áhugavert í tengslu við eins og allar svona kenningar um aðrar vittir og svona, að þar sé tíminn, þú veist, í rauninni bara einhver harmonika, skilur. Já. Tíminn auðvitað mjög afstæður, sko, ég meina ekki bara svona eins og við segjum hann sé afstæður, heldur upplifun okkar af tíma hefur með sólina og jörðina og þetta allt saman að gera og mjög mikið með sko augun og þannig erum við lokum við augun, við förum inn í allt aðra hugarvídd og sem sagt þessir draumar, REM-draumar, þeir eru mjög oft eða hattdraumar, þeir eru mjög oft það er svona mikið að gerast. Já. Svo eru svona draumar sem okkur dreymir oft sko þegar við erum að sofna. Já, einmitt. Svona þegar svona milli draums og vöku. Já, svefns og vöku segir maður víst, já. Já, en við erum þó milli, draums og vöku eða svefns og vöku. Við segjum milli draums og vöku. Segjum það, já. Við segjum það. Já, einmitt. Sem nefnilega áhugavert. Já, en það er það. Þeir eru oft, sko, það er ekki svona mikið að gerast í þeim, það er kannski bara ein mynd og ég vil endur tekið svo sama. Já. Mörg ár dreymdi mig alltaf þegar ég var að fara að sofa, þá fór ég alltaf að svona eins konar hliði inn í flugvél. Já. Það voru einhverjar 2 konur sem tók á móti mér og tók á miðan. Já. Og svo fór ég í gegn og var ég sofnuð einhvern veginn. Já. Og þannig að það er, en svo sko getur verið, þú veist, einu sinni var ég svona að dotta, var undir einhverjum fyrirlestri og var að dotta og svo ég bara svona risastóran munn með perlu á milli varana. Já. Og þetta eru svona þetta tvennt, svona dæmigerðir draumar sem eru þarna þegar við erum að detta inn í svefnin. Já. Og svo eru náttúrulega hrapdraumarnir sem eru líka þekktir, sko. Já, það fólk hrekkur upp. Já, sérstaklega hjá börnum að mjög oft þá eru þau í rauninni að sofna og fara inn í djúpsvefn. Já. Og þá upplifist það eins og sem að hrapa. Já, einmitt. Og en svo eru þess á milli, sko, semst í djúpsvefni, mismunandi miklum djúpsvefni, þá dreymur ykkur líka, en það eru svona meiri pælingadraumar. Já, svona, en er ekki erfiðar að muna þá? Jú, miklu erfiðar að muna þá. Það er synd. Já, það er gaman að muna. En við munum þá samt oft, sko. Ég man oft svoleiðis drauma og það er þá kannski meira svona, það eru mjög erfitt að skilja þá, sko. Þeir eru mjög táknrænir oft. Það er svona, það eru 3 skálar og ein þeirra er kringlótt og ein er þríhyrningslaga og ein er ferköntuð. Já. Og svo framvegis, eitthvað, svo veist. Já, eitthvað svona torrætt. Það er eitthvað svona, mjög táknrænt, sko. Sko, ég hef svolítið áhuga á því að ræðum, sko, þú veist, hversu mikla stjórn við getum haft af því að þegar ég hefði mikinn áhuga á draumum sjálf þegar ég var krakki og ég einmitt eins og þú alin upp ein hjá ömmu og afa og þau sýndu, sérstaklega amma mín, sýndu draumunum mínum mikinn áhuga og við ræddum þetta alltaf á morgnana. Og ég spyr börnin mín alltaf hvað dreymdi eitthvað gott og eitthvað svona, nei, þú veist, en hún sko, sagði mér einhvern tímann að hún hefði lesið einhvers staðar að maður gæti sko, ef maður myndi halda svona draumadagbók og ef maður myndi, þú veist, pæla svolítið mikið í draumunum sínum, á endanum þá myndi maður, jafnvel hafa meiri stjórn á draumunum sínum, að maður gæti, þú veist, verið, og ég hef oft upplifað það í draumi að vita að ég sé í draumi. Já. Og mynd sjálfur mig á, bara, nei, þetta er allt í lagi, þetta er bara draumur, þú veist, gerðu þetta bara. Já. Þetta er svo kallar skýrdreymi. Já. Sko, það er, sem sagt, bara svo ég fari aðeins í þetta sem amma þín segir, að þá er það alveg rétt, það er að segja, að það er, sko, bara með því að halda draumadagbók, taka eftir draumunum, allt þetta, þá líka getur þú nýtt draumana betur, ekki bara haft stjórn á þeim, heldur haft yfirsýn yfir þá, skilið þá betur og nýtt þá til þess að hafa betri stjórn á lífinu, í vöku. Já. En auk þess, þá er hægt að þjálfa sig upp í svo kallað skýrdreymi. Hjá sumum kemur það bara nokkuð sko, auðveldlega og það er það þegar þig er að dreyma og þú veist að þig er að dreyma. En því draumurinn heldur samt áfram. Já. Í slíkum draumi þá geturðu að einhverju leyti stýrt
tengt því sem þú gerir í draumnum. Já, Bara eins og í vökunni. einmitt. En eins og í vökunni, þá getur ekki stýrt í hvernig umhverju bregst við. Nei, einmitt. Þannig að til dæmis, sko, þetta er mjög mikið notað til þess að vinna með martraðir, ekki síst hjá börnum. Að kenna börnum að átta sig á því, eins og þú ert að segja þarna, bara nákvæmlega eins og þú ert að segja, átta sig á því að þetta er mér að dreyma, þetta er draumur. Það er sko, hópur af krökkum að elta mig og þau ætla að lemja mig, eða eitthvað. Eða það er eitthvað skrýmsli eða tygristýr eða eitthvað elta mig og ég get ekki hlaupið af því það er líka algengt í REM ástandi þá er líkaminn allur, þar að segja allt sjálfráða taugakerfið er lamað. Já. Á meðan ósjálfráða taugakerfið, hjartað, inn í blinn, allt saman er alveg á fullu. Heilinn, þetta. Og það er þess vegna sem maður er eitthvað svona hálf hreyfihamlaður. Já, þess vegna og það er eins og draumvitundin sem er snillingur, algjör snillingur. Hún nýtir sér, held ég sé það þannig, hún nýtir sér þetta ástand líkamanns, alveg eins og hún nýtir sér sko eitthvað sem gerðist í gær, myndina sem ég horfði á í gær, eitthvað sem efni við í drauminn. Já, einmitt. Oft segjum við, þetta er bara myndi sem ég dreymdi, sem ég var að horfa á í gærkvöldi. Það er ekki þannig, alls ekki þannig. Nei. Það er bara hráefnið í kökuna, sko. Eða í húsi sem við erum að byggja. Frekar að skoða sín eigin viðbrögð og hvað maður er að gera. Já, vegna þess að ég tek ekki alla myndin inn og eins er það að hún nýtir sér þetta lömunar ástand. Findu hvað þú ert lömuð og reyndu nú að hlaupa. Og þetta er náttúrulega snill eða öskra eða lemja eða eitthvað og þú getur það ekki, sko. Einmitt. Það kemur ekki hljóð. Nei. Og þetta er auðvitað, sko, hámark til vanmáttartilfinningar, skilur við. Þú finnur svo vel vanmátt þinn þegar þú getur þetta ekki, sko. Í skýrdreymi, ef þú veist að þið er að dreyma, þá getur þú tekið þetta í burtu, nú get ég bara flogið, ég ætla að hoppa hérna milli húsþaka eða eitthvað, en málið er að oft eru þau sem eru að elta, þau hafa þessu sömu krafta. Já, einmitt. En þau geta líka hoppað milli húsþaka eða flogið eftir. Maður getur kannski bara gert þetta aðeins meira spennandi þá. Já, en það sem fólki er þá kennt, og ekki síst börnum, eða bara fólki sem þjáist af martröðum, en það eru miklu oftar börn heldur en fullorðið fólk. Af því heimurinn er ógnvekjandi fyrir börn. Já, mér finnst hann ennþá ógnvekjandi. Já, hann er, en þú veist, börn upplifa svo mikinn vanmátt að þau oft fá svona martraðir. Það verður allt svo raunverulegt líka. Já, en það sem þeim er þá kennt er það að hætta að flýja. Já. Af því mundu þetta er draumur. Það getur ekkert vont gerst. Það er að segja, þó það gerist eitthvað vont, þá er það bara draumur. Já, einmitt. Þú ert ekkert að fara að deyja, þau er ekkert að fara að lemja þig eða eitthvað, eða drepa þig eða eitthvað. Nei. Það er bara, þetta er eitthvað, þetta er draumur. Já. Þannig að þú, í staðinn fyrir að flýja, þá stopparu og snýrð við og segir, veitu, hvað viltu mér? Þú veist, eða eitthvað. Ef þú gerir eitthvað annað en að eldast. Já, eða eitthvað. Og mjög oft þá kemur í ljós að þau sem eru að elda, þau snarbreytum gír leið og þú, þú veist, sko, ef þú mætir þeim hérna, þá mæta þau þér hérna. Já. Ef þú mætir þeim hérna, þá koma þau bara og taka utan um þig. Eða eitthvað, eða segja, mér langar að spyrja það þessu, eða eitthvað, þú veist, eitthvað. Já, og þá fara að gerast virkilega áhugaverðir hlutir, sko. Ég tók alltaf, sko, ég reyndi alltaf að því ég dreymdi svolítið mikið af martröðum þegar ég var krakki og einmitt ofta eitthvað svona að maður var að forða sér frá einhverju eða einhver sem ég þótti vænt var að, þú veist, deyja eða eitthvað og ég, þú veist, þegar ég náði eitthvað neina að samfæra mig að þetta væri, þú veist, vissi að þetta væri draumur, þá fór ég alltaf að reyna að vekja sjálfa mig. Já. Og það tókst alveg stundum, sko. Já, og það getur alveg tekist. Já. En hin leiðin er mjög spennandi. Ég vil óska að þú hefði sagt mér þetta þá. Já, en kannski gerist það nú aftur einhver tíman að þú nærð að
bara, og ég meina þetta þarf heldur ekki að vera flóttadraumur, þetta getur líka bara verið einhver draumur þar sem að þú allt í einu vaknar og hugsar, veitu hvað er þetta skrítið eða vont eða eitthvað og þannig að þú nærið að vakna. Ég hins vegar, sko, jafn mikið og þetta er mikilvægt og þetta er sérstaklega mikilvægt fyrir fólk, börn og fólk sem upplifir sig mjög vanmáttugt. Þá er mikilvægt að kenna þeim þetta. Vegna þess að, og ég vildi þetta væri kennt í skólum, vegna þess að þá bara kynnum við þetta, þú veist. Þá held ég að, eða ég vel einhvern veginn, að vera ekki að reyna að hafa stjórn á draumunum mínum. Mér finnst alveg nóg að hafa stjórn á lífinu mínu. Já, einmitt. Og ég held að draumarnir mínir séu alltaf að segja mér eitthvað sem ég þarf að vita eða það er gott að ég viti það. En ég veit ekki, meðvitundin mín veit það ekki. Nei, einmitt. Og þess vegna vil ég leyfa draumnum að vera sem frjálsastan. Þú veist, ég vil að draumurinn sé frjáls, draumvitundin mín sé frjáls og ég fylgist með henni, taki eftir henni, taki mark á henni. Herðu, frábært. Takk að kærlega fyrir að koma. Takk fyrir að mæta í kaffi. Já, takk fyrir mig. Já. Alltaf gaman að tala um drauma. Já, góður. Takk kærlega fyrir að fylgjast með í kvöld og dreyma ykkur vel.